Davíð Oddsson segir Icesave-samninginn hryllilegustu mistök sem gerð hafi verið frá gamla sáttmála og Íslendingum beri engin skylda til að borga. Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, segir Icesave-samninginn vera hryllilegustu mistök sem gerð hafi verið frá árinu 1262. Hann segir að til séu skjöl, gögn og fundargerðir í þá veru að Íslendingum beri engin lagaleg skylda til að borga skuldir Landsbankans vegna Icesave. Helga Arnardóttir. Ég ekki ánægð með það sem ég sé og það sem ég horfa á hann. Hvað það þá helst? Það önnur saga, þú færir mig ekki til að segja það, ég núna bara til friðs. Þetta sagði Davíð Oddsson í gær, en í að því að það ekki lengi. Nú verið að ræða Icesave-samningin, hefur einhverja skoðun á honum? Það getur vel verið að það muni komið ljós á næstu dögum, en ekki núna. Og nú friðurinn úti, því í sunnudagsútgáfu Morgunblaðsins varpar Davíð fram sprengju. Þar segir hann Icesave-samningin ein hryllilegustu mistök sem gerð hafi verið frá árinu 1262 og staðfesting Alþingis á ríkisábyrgðinni myndi dæma þjóðina til ævarandi fátæktar. Í greininni segist hann furða sig á því að íslensk stjórnvöld hafi ekki opinberað skýrslu tryggingamál og innstæðutryggingasjóði sem unnin hafi verið af evrópskri nefnd á vegum OECD. Hann segir: Þessi nefnd á vegum OECD sem Jean-Claude Trichet stýrði, sem nú orðinn seðlabankastjóri Seðlabanka Evrópu, segir í skýrslu sinni að innstæðutryggingakerfið gildi ekki ef algjört bankahrun að ræða í viðkomandi landi. Ég veit til þess að íslensk stjórnvöld hafa þessa skýrslu og mér finnst með ólíkindum að þetta skuli ekki hafa verið birt. Davíð segir einnig að til séu gögn sem ætti að birta þar sem fram kemur að Englandsbanki taldi ekki að Íslendingar ættu að greiða fyrir Icesave vegna þess að í þeim viðskiptum hafi menn verið að taka eigin áhættu og Englandsbanki gerði sér grein fyrir því að engin ríkisábyrgð væri að baki þessum innstæðum. Hann segir yfirlýsingar ákveðinna ráðherra að íslenska þjóðin sé skuldbundin hafa stór skadað málstað hennar. Í lok greinarinnar segir Davíð: Þetta ótrúlegt klúður sem stjórnvöld hafa komið landinu í og við gætum stemt hér hraðbyri inn í einhverja eilíðar fátækt. Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, segir í viðtali við Morgunblaðið að skýrsla frá OECD og álit erlendra lögfræðinga sýni að Íslendingar eigi ekki að greiða Icesave-reikninginn. Samningurinn sé einhver hryllilegustu mistök í samningagerð frá árinu 1262. Tæpum mánuði eftir að Davíð Oddsson gagnrýndi íslensk stjórnvöld harkalega fyrir að taka á sig erlendar skuldbindingar þá skrifaði hann undir samkomulagið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þar sem þessar skuldbindingar voru staðfestar. Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, segir skýrslu frá OECD sem stjórnvöld hafi undir höndum sýna fram á að Íslendingar eigi ekki að greiða Icesave-reikningana. Alvarlegt sé að Íslendingar hafi byrjað á að segja að þeir væri skuldbundnir til að borga og þar með veikt samningsstöðu sína. Davíð segir í viðtali í sunnudagsblaði Morgunblaðsins að Evrópska nefnd á vegum OECD hafi unnið skýrslu tryggingamál og innstæðutryggingasjóði. Nefndin hafi verið undir stjórn Jean-Claude Trichet sem nú bankastjóri Seðlabanka Evrópu. Þar komi fram að innstæðutryggingakerfið gildi ekki ef algjört bankahrun verði í viðkomandi landi. Davíð furðar sig á því að þessi skýrsla hafi ekki verið gerð opinber. Hann segir einnig að alvarlegast hafi verið af hálfu íslensku viðræðunefndarinnar og ríkisstjórnarinnar að strax hafi verið lýst yfir að Ísland sé skuldbundið til að borga. Það hafi veikt samningsstöðuna til muna. Davíð telur einnig að ágreiningum þessa reikninga eigi að reka fyrir íslenskum dómstólum þar sem varnarþing íslenska ríkisins í hér á landi. Þá segir Davíð að Bretar, Hollendingar og Þjóðverjar hafi misbeitt sér innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að tengja saman aðstóðans og einkakröfur landana. Þetta telji fulltrúar sjóðsins einhverja mestu niðurlægingu sem sjóðurinn hafi orðið fyrir. Hann segir það líka rangt að höfnun ríkisábyrgðar vegna Icesave hafi áhrif á lán frá Norðurlöndum, nema þá helst frá Svíum. Þeir hafi gengið fram með forkastanlegum hætti og tekið afstöðu gegn Íslendingum í málinu. Danir og Norðmenn hafi óviljugir gengið með. Davíð segir að lokum að Icesave-samningurinn séu einhver hryllilegustu mistök í samningsgerð frá árinu 1262. Þá játuðust Íslendingar undir skattgjaldi Noregskonungs með undirritun gamla sáttmála. Davíð Oddsson staðfesti ábyrgð Íslendinga á innistæðutryggingum tæpum mánuði eftir að hann gagnrýndi stjórnvöld hér harkalega fyrir að ætla að taka á sig skuldbindingar. Gagnrýni Davíðs kom fram í bréfi hans til Geirs Haarde, þáverandi forsætisráðherra. Að því að framkemur í sunnudagsblaði Morgunblaðsins þá sendi Davíð Oddsson þann 22. október í fyrra bréf til Geirs Haarde þar sem Davíð segir:
það virkilega svo að íslensk stjórnvöld ætli án lagaheimildar að taka á sig stórkostlegar erlendar skuldbindingar að kröfu Breta og fleiri? Ennfremur segir í bréfinu: þetta er ekki skuldbindingar íslenskra borgara, þetta eru skuldir Landsbankans. En tæpum mánuði síðar, 19. nóvember 2008, skrifaði Davíð undir orðalag í 9. grein vilja yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þar sem hert var á orðalagi, því heitið að virða skuldbindingar á grundvelli innistæðutryggingakerfisins gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum. Þetta herta orðalag var samkvæmt greinagerð með frumvarpinu samninginn tekið upp til að tryggja afgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á aðstoð fyrir Íslendinga. Davíð hefur ítrekað sagst hafa varað við því sem gæti hafa gerst í íslensku efnahagslífi. Í febrúar í fyrra áttu fulltrúar frá Seðlabankanum fundi í London með forsvarsmönnum nokkra stóra banka í Evrópu og forstjóra Moody's í Evrópu og Asíu. Þar lýsti Moody's yfir miklum áhyggjum af bönkunum, en þó mest af Landsbankanum, og hve hinn mikli innlánsreikningur Icesave kunni að vera kvikur og háður trausti og trúnaði á markaði, og ekki aðeins trausti Landsbankans heldur á Íslandi og íslenska bankakerfinu. Þetta segir í minnisblaði Seðlabankans frá fundunum. Í minnisblaðinu segir einnig að seðlabankamenn hafi farið yfir þau rök sem væru gegn því að þessi innlánsreikningur væri jafn ótraustur og Moody's hefði áhyggjur af, en ekki sé líklegt að öllum efasemdum þeirra hafi verið eitt, eins og segir í bréfinu. Í minnisblaði Seðlabankans eftir fundi í Lundúnum í febrúar í fyrra segir meðal annars að íslensku bankarnir, Kaupþing og Glitnir, alveg sérstaklega hafi stemt sér og það sem verra er íslensku fjármálalífi í mikla hættu, jafnvel í hreinar ógöngur með ábyrgðarlausi framgöngu á undanförnum árum. Hættulegt sé að hafast ekkert að í þeirri von að markaðir opnist óvænt og allur vandi verði úr sögunni. Nauðsynlegt sé að hefjast þegar handa við að vinda ofan af stöðunni svo hún verði ekki óleysanleg. Ekki sé hægt að útiloka að miklu fyrr rætist úr markaðsaðstæðum og aðgengi að fjármagni en nú er talið. Ekkert bendir til þess og ef menn láti sér nægja að lifa í voninni verður of seint að bregðast við þegar ljóst verði að vonin rætist ekki. Mánuði síðar sagði Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri, þetta í viðtali við Channel 4 sjónvarpsstöðina í Bretlandi. These banks are so sound that nothing like that is likely to ever happen. Davíð Oddsson lofsöng Icesave-reikninga Landsbankans í bresku fréttaviðtali fyrra á sama tíma og hann segist nú hafa varað eindregið við þeim. Davíð Oddsson er tvísaga viðvaranir sínar erlenda innistæðureikninga íslensku bankana. Í Morgunblaðinu í dag segist hann ítrekað hafa sagt bankastjórum Landsbankans í fyrra að þeir gæti ekki endalaust safnað peningum erlendis með ríkisábyrgð. Í viðtali við breskan fréttamann á sama tíma lofsöng hann hins vegar Landsbankan og sparnaðarreikningana. Helga Arnardóttir. Í Morgunblaðinu í dag segir Davíð að Halldór Kristjánsson og Sigurjón Árnason, bankastjóra Landsbankans, hafi fundað með honum í Seðlabankanum snemma árs í fyrra, þar sem þeir hafi reifað þau sjónarmið Landsbankans að ríki bæri ábyrgð á Icesave skuldbindingum bankans. Davíð segist hafa svarað því til að þeir gætu út af fyrir sig sett Björgólf Guðmundsson á hausinn en þeir hefðu ekkert leyfi til að setja íslensku þjóðina á hausinn. Á þessum fundi hafi afstaða Seðlabankans verið ítrekuð að Landsbankinn gæti ekki safnað peningum endalaust erlendis og við þá söfnun skapaðist sjálfkrafa ríkisábyrgð á Íslandi. En ekki virtist Davíð vera á sömu skoðun þegar hann ræddi við fréttamanninn Faisal Islam á bresku sjónvarpsstöðinni Channel 4 í febrúar í fyrra. Fréttamaðurinn skrifaði svo grein ástandið sem birtist í tímaritunum Monopol í febrúar síðastlinum eða nákvæmlega ári síðar og birti viðtal við Davíð Icesave og Kaupþing Edge. Þar segir hann: innstæður eru öruggar og þá aðalega í Landsbankanum. Landsbankinn var stofnaður fyrir 120 árum. Hann er virtur og gengur vel hér á landi og annar staðar. Ég myndi ekki segja annað en að það væri góð ákvörðun að nýta sér þá möguleika að leggja sparifé sitt inn í Landsbankann. Í greininni segir að Davíð hafi þótt farsælla að afla fjár hjá venjulegum innstæðueigendum frekar en á markaði og segir: ég held að íslenski bankar hafi áttað sig á því fyrir 2 árum að þeir ætti að fara þá leið frekar en að endur fjármagna sig á markaði. Það var eðlilegra að gera slíkt með innlánum og það hefur gengið vel. Ég held að við ættum að hrósa þeim fyrir það en ekki refsa þeim. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra undrast að Davíð Oddsson fyrir sig ábyrgð og kenni öðrum og þá sér í lagi þeim sem nú reyna að bjarga þeim ósköpum sem hann og hans langi valdaferill skildi eftir sig. Hann segist hafa gert ráð fyrir því að Davíð væri hættur í stjórnmálum. Guðný Helga Herbertsdóttir.
Davíð Oddsson heldur því fram í viðtali Morgunblaðsins að Steingrímur, Jóhanna Sigurðardóttir og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafi stórskaðað hagsmuni Íslandinga með því að gefa út yfirlýsingar að ríkið stæði straum af Icesave. Þessu Steingrímur ósammála og bendir á að slíkar yfirlýsingar hafi verið marggefnar af forverum þeirra í ríkisstjórn. Davíð hafi sjálfur skrifað undir samstarfsáætlun við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í nóvember á síðasta ári. Þar standi svart á hvítu að Ísland undirgangist ábyrgð sína á innistæðutryggingunum að fullu. Þetta einhver undarlegasta söguskoðun sem ég hef séð á minni lífsfættri ævi og dæmi bara hver fyrir sig hvort að það geti verið þannig að Davíð Oddsson, einn allra áhrifamesti stjórnmálamaður og leiðtogi í hartnær 2 áratugi, geti nálgast umræðuna með þessum hætti að samt sem áður beri hann alls ekki ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut sem úrskeiðis hefur farið og það sé allt öðrum að kenna. Steingrímur segir að það sé ótrúlegt að Davíð beini spjótum sínum að þeim sem nú reyna að bjarga þeim ósköpum sem hann og hans valdaferill skildi eftir sig. Hann þarf eiginlega að útskýra svolítið fyrir okkur hvernig hann sé þetta þá fyrir sér og hvernig hann ætlar að aðstoða. Davíð segir í viðtalinu að með Icesave samkomulaginu sé hér stemt hraðbyr í einhverja eilíðar fátækt. Steingrímur segir það mikinn ábyrgðarhluta af fyrrverandi seðlabankastjóra að tala framtíðarhorfur þjóðarinnar með þessum hætti. Menn hafi fullt leyfi til að vera svartsýnir, vonlitlir og kjarklitlir en komandi úr þeim embættum sem Davíð gerir væri betra af hann að héldi þessum sjónarmiðum fyrir sig meðan baráttan stendur sem hæst. Ég var satt eftir að segja að gera ráð fyrir því að Davíð Oddsson væri hættur í stjórnmálum. Starfsmenn í stjórnkerfinu sem Fréttastofa hefur rætt við kannast ekki við gögn sem Davíð Oddsson segir að séu geymd þar. Þau gögn áttu að benda til þess að Íslendingar þyrftu ekki að skuldmæta sig til að bera ábyrgð á innistæðum Icesave-reikningana. Enginn kannast við sum þeirra gagna sem Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, vísar til í viðtali í sunnudagsblaði Morgunblaðsins. Þá var skýrsla sem Davíð sagði vera frá OECD í raun frá franska seðlabankanum. Í viðtalinu vísar Davíð til ýmissa gagna, meðal annars skýrslu frá OECD, gögn sem sýna að Englandsbanki hafi verið þeirra skoðunar að Íslendingar ættu ekki að borga fyrir Icesave og önnur gögn að starfsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi verið ósáttir við framgöngu stjórnarmanna sjóðsins. OECD-skýrslan sem Davíð vitnar til í raun skýrsla sem bankanefnd Frakklands gaf út árið 2000 og fjallaði innistæðutryggingar. Jean-Claude Trichet, sem nú bankastjóri Seðlabanka Evrópu, var þá Seðlabankastjóri Frakklands. Þar kemur fram að við kerfisbundna kreppu ráði tryggingasjóður innistæðina ekki við að tryggja innistæður og því þurfi aðrir að koma að því, fjármálaeftirlit, Seðlabanki eða stjórnvöld. Heimildir Fréttastofu herma að lögfræðingar sem unnu í málinu fyrir íslensk stjórnvöld hafi verið sammála að þessi skýrsla væri ekki grundvöllur málshöfðunar vegna Icesave samkomulagsins. Davíð sagði einnig að til væru gögn sem sýndu að Englandsbanki hefði verið þeirra skoðunar að Íslendingar þyrftu ekki að greiða fyrir Icesave. Þá sagði hann einnig að skjöl sýndu fram á að starfsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi verið ósáttir við misbeitingu Breta, Hollendinga og Þjóðverja innan sjóðsins. Ekki hefur náðst í Davíð til að fá hans skýringar á því hvaða gögn þetta eru. Kristján Guy Burgess, aðstoðarmaður utanríkisráðherra, segir engin slík gögn vera til í utanríkisráðuneytinu. Fréttastofa hefur rætt við fjölmarga starfsmenn ráðuneyta og Seðlabankans og kannast engin þeirra við slík gögn heldur. Þó segja heimildamenn Fréttastofu að það hafi legið fyrir að stjórnarmenn og starfsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefðu ekki verið sammála í þessum málum og starfsmenn meðal annars verið mjög á varbergi fyrir því að stjórnarmenn beindu sjóðnum í deilum milli tveggja aðila. Franek Rosvadovski, fastafulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir að sjóðurinn tjái sig ekki tilvist og innihald meintra óbirtra skjala. Undarlegur viðsnúningur hefur orðið hjá Davíð Oddssoni miðað við fyrri aðkoma hans að Icesave-málinu, segir fjármálaráðherra. Hann segir Davíð dæma sjálfan sig því í nóvember síðastliðnum skrifaði hann undir skoðanir sem séu gagnstæðar þeim sem hann lýsir í Morgunblaðinu í dag. Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, lýsir yfir mikilli andstöðu sinni við Icesave samkomulagið í Morgunblaðinu í dag og segir meðal annars að Íslendingar hafi eyðilagt samningsstöðu sína þegar þeir lýstu því yfir að þeir væru skuldbundnir til að bera ábyrgð vegna Icesave-reikningana. Hollendingar og Bretar verða að sækja málið hér á landi. Einnig hafi yfirlýsingar núverandi forsætisráðherra og fjármálaráðherra stórskaðað málstað Íslendinga. Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra, segir röksemdir eins áhrifamesta manns í íslenskum stjórnmálum síðastliðna áratugi dæmi sig sjálfar og hitti fyrst og fremst Davíð sjálfan fyrir og hans flokksbræður. Þannig að það í þessu eiginlega ekkert sem svaravert að minni hálfu að ég tel.
og auk þess sem að hann virðist horfa fram hjá borðleggjandi staðreyndum málsins í stórum stíl. Já, hann skrifaði undir það sjálfur í nóvember að við ættum að borga þetta og undir hans forystu var Seðlabankinn með fulltrúa í samninganefnd sem var skipuð strax í nóvember. Þannig að það hefur orðið einhver undarlegur viðsnúningur hjá Davíð Oddssyni þarna 18. júní þegar þetta viðtal virðist hafa verið tekið eða hvenær sem það hefur nú verið með við hans fyrri aðkomu að þessu máli. En þú minnist þarna undirskriftina í nóvember, var honum stætt á einhverju öðru heldur en að skrifa undir sem seðlabankastjóri? Já, var hann þvingaður til þess, gerði hann það gegn betri vitund. Hann er annar af 2 aðilum sem skrifar undir plaggið í heild sem fulltrúi íslenska stjórnvalda og hann getur ekki hlaupið svona í burtu frá því. En Steingrímur, hvað á fólk í landinu að halda? Því nú koma fram nánast á hverjum einasta degi röksemdir að við getum ekki gert neitt annað heldur en að semja við Breta og Hollendinga og sömuleiðis koma frá röksemdir að við eigum ekki að borga. Hvað á fólk í landinu að halda? Já, það er von að spurt sé og ég verð bara að hvetja fólk til að halda yfirvegun og ró og kynna sér bara vel fyrirliggjandi gögn og staðreyndir í málinu. Þá áttar menn sig á því hvernig þetta allt er vaxið.